Elvar kominn heim í Völsung, hver bara tilfinningin? Hún bara mjög góð. Það orðin 13 tímabil síðan að ég fór og það bara rosalega góð tilfinning að vera komin aftur. Var þetta langur aðdragandi? Nei, svo sem ekki. Það bara, maður búinn að vera að hvíla svona eftir tímabilið og bara búinn að hugsa málið og já, þetta var eiginlega bara eina sem kom til greina. Hefur alltaf verið svona heillandi að klára þetta hér? Já, ég hef alltaf verið mikill Völsungur og foreldrar mínir búa hér og ég hef verið duglegur að koma á æfingar og svona fylgjast með liðinu gennum tíðina og það hefur aldrei verið neitt annað í boði heldur en að koma aftur hingað. Frá því þú fórst síðast, hefur eitthvað tíma verið nálægt að koma aftur? Ekki oft en jú, það var svo sem alveg smá glæta í sumar en svo fannst mér það bara ekki vera rétt tímapunkturinn en núna finnst mér sá tímapunktur að komin. Mættur aftur í græna litin, þetta eitthvað svona saknaðir? Já, ég veist, eins og segi, maður hefur alltaf einhvern veginn hjartaslegið hér og fylgst vel með og já, það bara rosalega góð tilfinning að vera komin. Liðið auðvitað í lengjudildinni, er það svona, skiptir það einhverju máli upp á þetta? Þú veist, ef þetta verið í öðrunar deild, hefði það breytt einhverju? Það gæti alveg vel verið, þú veist, ég spilaði með Völsungu í annarri og þriðju deild á henni fór sín tíma og það er bara rosalega spennandi að prófa í fyrsta skipti að spila með Völsungi í fyrstu deild og ég bara fullur tilhlökkunar að takast á við það. Hvernig var þetta svona í sumar að þú segir að það var smá glæta varstu nálægt í að fara frá KA? Já, vissulega voru mínúturnar ekki margar og það verður íþyngjandi að æfa bara og spila ekkert, sérstaklega þegar maður á kannski mörg ár eftir og jú, það kom alveg til tals hvort að maður ætlaði að færa sig ekki en svo fann ég að mér langaði samt að klára þetta sumar með KA í fyrra eða síðast sumar og þannig að já og nei. Klárar þetta með bikarmeistaratitil, það lítur skemmtilegt? Já, maður hefði til dæmis ekki viljað missa því og maður sá það í sumar að það væri séns á því þannig að maður gat ekki sleppt því að taka þátt í því. Þú ert komin hingað að hitti fyrir Bjarka Baldvins, hann hérna ennþá? Já, hann nú búinn að hóta því að hætta í mörg ári, kem ekki heim, þannig að já, líka þegar hann hringdi og sagði mér að durla mér heim og þá getur maður ekki neitað leikjæðasti leikmanni Völsungs frá upphafi, þannig að maður hefur að koma sér heim. Fylgdistu vel með liðinu í sumar? Já, ég fylgdist vel með því og þannig að ég voru bara að spila skemmtilegan fótbolta og já, þannig að ég hef alltaf fylgst vel með Völsungi. Alla að gera flotta hluti sem þjálfari? Já, hann alltaf byrjaði að þjálfa með mér, ég tók hann að mér þegar með 7. flokki á sínum tíma, þannig að hann hefur lært þetta eins af mér. Er einhver svona leikmenn sem spilaði með KA í sumar sem að gætu elt þig? Það eru náttúrulega nokkrir húskingar þarna og já, við sjáum bara til, það ágætt samstarf þarna á milli og það aldrei að vita hvað gerist. Ertu komin eða þess að fylla í skarðið sem Jakob skilur eftir sig? Ég hafa nú helvíti mikið skarða að skora 20 og eitthvað mörg þannig að jú, vissulega, þarna kem ég aðeins í staðinn fyrir hann og það er bara maður að gera eitthvað að viti til þess að fylla upp í þetta skarð. Þessi tími hjá KA, hvernig svona horfur tilbaka? Bara mjög góðu tími. Ég kem þarna þegar KA í fyrstu deild og búinn að vera í ströggli í mörg ár og svo nær maður öllum þessum sigurum að fara upp úr deildinni og vinna bikarspil í Evrópu og þannig að ég get ekki lítið á það en bara sem frábæran tíma að vera þar. Hver eru svona hápunkturinn? Er það þessi bikarmeistaratitil? Já, það verður að segjast eins og að það var hápunkturinn og svo náttúrulega var líka mjög gaman að taka þátt í Evrópu með KA sem var náttúrulega búinn að vera lengi án þeirra leikja. Þannig að jú, það eru nokkrir og vinna líka inkassodeildina á sínum tíma var líka mjög stórt og skemmtilegt. Langar að enda þetta aðeins á svona kynningu þess að vera fyrir áður að þú skrifar hérna undir, hvernig fannst þér hún? Mér finnst hún bara geggjuð, maður hefur nú svo alveg dottið í það stundum að horfa á gamla klippur og það er alltaf gaman að horfa á gömul myndbönd, þannig að ég hafði mjög gaman að þessu. Fínn punktur hjá Hjörvar að fá bara þessi strákar bara að koma heim í Völsung. Já, ég er alveg sammála því, ekkert með það að gera spila einhvers staðar. Takk fyrir þetta, Elvar, og til hamingju. Já, þakka fyrir.